Fyrir tæpu ári mætti Tinna Guðrún Barkardóttir í vinnuna hjá Vinakoti. Hún átti að sinna 18 ára stúlku. Samkvæmt þjónustusamningi við Hafnarfjarðarbæ áttu alltaf að vera minnst 2 starfsmenn með stúlkunni. En vegna veikinda var Tinna ein. Ég kom inn í úlpu, við ætluðum að fara til búð. Og svo fer hún með mig inn í herbergi, sem það var svona bara starfsmannaherbergi inn í íbúðinni. Og hendi mér þar í sófa sem er inn í herberginu og byrjar þar að mæla við hvort að ef hún ýtir í ennið á mér, hvort að hún nái að skella höfðinu á mér í gluggakistuna. Og fyrst gerir hún þetta nokkru sinnum svona þannig að ég næ að spyrna á móti og þá verður hún reið. Tinnu var vart hugað líf eftir heilablóðfall árið 2015. Hún lamaðist í vinstri hluta líkamans og talið var öruggt að hún gæti aldrei gengið aftur. Tinna afsannaði það hins vegar, hóf að stunda útivist, hlaup og líkamsrækt, en náði ekki kröftum í vinstri handlegg. Þá heldur hún góðu hendinni minni og tekur á mig síma minn og hendur honum í klósettið. Þannig að ég er ekki með síman á mér, þannig að ég get ekki láta neitt vita. Og eftir þetta fer hún að rífa mig upp á hárinu og berja mér í gluggakistuna. Tekur í báða ökklana á mér og rífur mér líka á lömuðu höndinni. Fram úr sófanum og kannski dregur mér fram og dregur mér eftir gólfinu og að segja við mig að hún sé að niðurlægja mig. Tinna telur að árásin hafi staðið yfir í 2 klukkustundir. Enginn var nálægt og því enginn sem gat hjálpað henni. Tinna var alein, þvert á það sem samið hafði verið um. Hún er að segja við mig alveg sallaróleg. Þar sem hún horfir bara í augun á mér, beygir sig í hnjánum, horfir í augun á mér og segir við mig bara svona: "Jæja Tinna, ertu tilbúin í næstu umferð?" Svo finn ég að ég er að missa máttinn af því ég þekki tilfinninguna hvernig ég er að lamast, sko. Og á endanum þá fæ ég val. Hún gefur mér val og valið stendur á milli þess að hún drepi mig eða þá hún fá að bjarga mér og fá þá að vera hetjan í þessu og fá að bjarga mér. Það er alveg oft sem ég hef hugsað að það hefði nú kannski bara verið betra að ég hefði valið hinn kostinn og hún hefði bara fengið að drepa mig, sko.